Sælir veriði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skiptið þá ætlum við að nýta flugu sem er eftir sjálfan mig sem að lítur svona út. Hún er nú undir, dálítið það er alveg rektor áhrif í henni, ég viðurkenni það alveg. En það er að segja litirnir, en þetta er bara venjulegt beitfiskpattern. Og þetta er meira að minna allt úr Semperfli efni. Við ætlum að vinda okkur í þetta. Ég klúðraði hljóðinu hérna fyrstu sekúndurnar og lögum það hérna. Lítum þetta á NS eða Nordic Salt 115 Deep Streamer nr. 4 frá Arex og ég er að nota Semperfli Fluored Tvinna 12.0. 8.0 væri líka fínn, en ég ætla að nota þennan að því það er appelsínugul litur í þessu. Og þetta, þegar þessi fluga er orðin blaut, þá lítur þetta út eins og svona eitthvað svona síli. Það er dálítil vinna sem fer í þessa flugu og tími, þannig að þið bara hallið ykkur aftur í stólnum og fáið ykkur drykk eða eitthvað. En við notum í undirbúkinn á flugunni, þá er þetta appelsínugult flúorsent sem sé, eða ÖVAF reflektiv efni, og ég hef komist að því að þetta hérna er ÖVAF reflektiv efni. Þið séu hérna, við lýsum á þetta. Þetta er nú bara Aurorugat sko, 970 númerið gerir það sama. Þannig að við tökum það sem undirbúk. Nú við förum með þetta svona hingað, ekki framar en þetta. Þá vef ég þessu hérna, það væri hægt í þessa línu, þessa flugu, hægt að nota gamla appelsínugula undirlínu í búkinn. Þær eru flúorsent líka, eins og er í SAR-flugunni til dæmis. Og svo kemur í vænginn á þessu, vængurinn er nefnilega margskiptur á þessari flugu. Fyrsta efnið er kraftför efni, sem er þetta gula hérna sem þið sjáu, við ætlum að byrja á því. Og ég á einmitt hérna fluorescent, fluor yellow, gult frá Semperfli. Þetta er selected kraftför, þetta er high quality, þetta er mjög gott og ætti að fást í viðhorninu og flugubúlinu og þessum stöðum sem að selja Semperfli. Ef ekki þar, þá bara getið við farið á netið og versla þetta beint af Semperfli vefnum. Þeir bjóðu upp á það í dag. Þannig að við tökum hérna alltaf góðan tjönk af þessu. Óþrifnaður sem fylgir kraftförinu og svo er alltaf eitthvað að þessu hérna sem fer í ruslið. Og draga þetta hérna til svona og svo láta restina mæta hérna af gangi. Þannig að þá verður þetta einhvern veginn, verður vængurinn einhvern veginn svona. Og hann má alveg ná hérna fyrir aftan sko. Má alveg ná svona. Það var smá bólk og við ætlum að klippa þetta hérna.
og þá er það kraftför bara hérna fyrir framan, þetta bara fyrir ruslið. En það er svona með kraftförið, það er óþrifnaðara við stundum að vinna með það en er mjög flott efni í straumflugur. Þetta svona niður og svo kemur yfir þetta sko fjöður og fleira. Og næsta í þetta, séum það ná hérna í augun, duttu. Næsta í þetta er svona, sem sé, perlu hár eða Ice-Wing fiber. Þetta er bara eitthvað Kína. Við tökum ekki mikið af þessum svona, jú, svona, veist, smá slatta. Við þetta hérna utan þráðinn. Festum þetta niður svona. Og svo klippum við þetta hérna. Og látum þetta duga. Svo koma fjaðrir eins og þið sjáuð á orginalnum og sitt hvora hliðina. Það er sem sé svona gulbekkjótt fjöður, alveg eins og er í rektornum til dæmis. Fyrsta sem þessi fluga myndi mig á var rektornum mitt. Þannig við setjum eina hérna fjöður sem að nær svona, já, cirka bát þetta. Langt hérna aftur ykkar megin, af því sem snýr að myndavélinni. Svona. Og aðra fjöður mín megin. Og þessi fluga kemur ógeðslega töff út ef hún er nýtt ólífugrænt. Við nýtum hana eins og hérna, eins og við erum að nýta hana bara núna. Þannig að þetta sjáið hvernig þetta lúkkar og afsakið. Svo kemur kragi á þetta og fyrir framan kragan koma sem sé byggður upp haus með augum og augaflími. Og ætlum að gera þetta allt. Ef við byrjum á kraganum, það er bara svona. Klippum þetta hérna, svona. Og til þess að fá bestu nýtingun út úr þessu þá er þetta klassíska, það er að búa til svona busta. Þannig að þess að þessi hérna bustið þurfum við fastum þetta hérna niður. Kannski aðeins hérna gert þetta hausinn tilbúin fyrir þetta. Svona braut fyrir þetta hérna. Svona. Fyrsta sem ég datt í hug þegar ég sá þessa flugu út af litunum sem þetta er bara eitthvað skonar rektor. En það sem er gott sko bustan hérna á fjöðrinni sjáði. Stendur út úr, þetta grípur tvinnan mjög vel. Þannig að við setjum þetta hérna svona og við sjáum þetta grípur tvinnan gríðarlega vel og við festum þetta bara niður með einhverjum snúningum hérna. Svona. Þurfum ekki einu svona að klippa stilkinn, hann bara verður hérna. Og svo búum við til haus, eða plattform til þess að vefja þess á. Og þetta er dálítið svona tímafrek fluga. En þá, jú, við notum fjaðurklemmu hérna í þetta. Svona.
Svo þurfum við að greiða fjaðrirnar aftur á bak, það er að segja fanirnar á fjöðrinni, og vefjum þessu fram á við í áttina að auganu á kroppnum. Ég er með puttana hérna fyrir, þarf að halda þessu þegar þessu vafið. Svona. Svo fæstu við þetta niður hérna, svona, með tvinna. Svo þarf að koma meiri tvinni hérna, þannig að fjöðrin leggist alveg aftur og það sé pláss fyrir augun. Það er næsti hausverkur. Klippum við fjöðrina hérna í burtu og erum að ýta tvinnunum hérna alltaf frá með butanum. Svona. Og það sé hérna með klippa þetta í burtu hérna. Þetta er til dæmis sem stendur hérna fram á við. En þetta er mjúk fjöður frekar sem við notuðum í kragan. Þannig að þið sjáum hvernig þetta verður þegar þetta leggst aftur, sko. Þetta verður eins og fiskur. Mjög töff. Og svo búum við okkur til segi hérna plattform þar sem að þessi augu hérna passa á. Og þetta eru augu frá Semperfli sem eru Bloodshot, sem sé 5 mm augu. Og ég þarf að finna einhvers staðar nálina mína, hún er hérna einhvers staðar til þess að vinna með augun. Þú kann hífa augun, ég vil langt best. En við þurfum byrjum að búa til pall fyrir þau. Það nefnilega vera dálítið mikið að tvinna hérna fyrir þetta, þannig að augun passa, sko. Nú tökum við hérna eitt auga á mátum á þetta. Þetta eru epoxy augu frá Semperfli, mjög skemmtilegt að vinna með. Þau eru mjúk, yfirleitt þægilegt að vinna með. Og þau taka UV-ljós sem sé ultraviolet ljós vel. Með hérna UV. Við sjáum sem sé þegar það er lýst á þetta, þá verður þetta eins og auga á fiski. Við sjáum að máta augun á, sko, hérna sjáum þið. Cirka, þau mega ekki vera stærri en þessi stærð 5 mm. Og hérna mín megin, þetta er fínt. Þá bara næsta skref er hnútur á þetta. Og flauta neð á bryggju, þessi bílar. Og hnúturinn bara hérna. Og svo kemur, við erum með sem sé no-tack sem sé UV Semperfli resin, eða lín. Byrja því að og ljós frá Semperfli líka sem sé þetta er mjög sniðugt. Það sýnir ykkur bara hérna. Þetta er bara stungið í USB til þess að hlaða. Þetta er betra heldur en ljósið sem ég var með sem er hér, sem er Bedford, sem er ekki hægt að hlaða, heldur er bara á batteríum. Allt í lagi ljós, en rofinn á því, ég var ekki nógu ánægður með, sko, rofan hérna á því aftan, hann er sem sé, kemur ekki alltaf fullu styrkur og svona, en
Þetta hérna frá Semperfly alveg, þið sjáum hérna hausinn, alveg solid ljós. Við ætlum að leggja okkur í að forma hausinn og byrjum á þessu hérna. Svona. Svo. Með nál hérna eða mjög gott að vera með eldspýtu eða tannstönguleg þegar við mennum að vinna með að forma UF lím áður en þú fer að skella á ljósi og steypa það fast. Þannig að við setjum augað á þetta, það fór hérna poppað upp óþekkt. Látum augað hérna og ná og þá bara sjáum við stilli augað af hérna með puttunum, ítið hérna niður og því að það er cirka bát hérna sem ég vil hafa það, aðeins ofar. Þetta eru 5 mm auga, þetta er eiginlega í það stærsta. En ég ætla að tylla hinu auganu hérna mín megin. Þannig að verði ekki mjög rangeygð. Svona. Og þá myndum við herða, þetta er límdúpuna frá ljósinu hérna, þá herðum við þetta sem er komið hérna. En svo ætlar að koma lím yfir þetta, við erum að passa okkur svo með límið. Nú komum við fyrsta umferð á þetta og þetta er fast hérna. Það þarf að passa okkur á, þegar við erum að setja og vinna með UF-líma, fá ekki límið í augað á flugunni, á króknum, vegna þess að svona, það er ekkert alltaf auðvelt að eiga við þegar við að brjóta það úr, það er miklu þægilegra að eiga við bara venjulegt lakk þá. Svona, og gott að vera með að setja í væs og snúning til þess að við stoppum snúningin ekki og við viljum að steypa þetta á ferðinni. Og það gerum við bara svona, það er ekkert í auganu og þá bara hægjum við á ferðinni hérna. Steypum þetta til. Og það er alveg gott að láta ljósið vera á þessu, sumir eru með naglalakksljós. Svona ljóshólf og setja álpappír í botninn á því, kveikja ljósi og láta flugurnar bíða í því jafnvel bara 20 mínútur til þess að herða UF-lakkið alveg. Ég er ekki komin svo langt í minni UF-geðveiki. Þið sjáum hérna hvernig kraftvörið bregst við UF-ljósinu og svo tvinnin hérna á hausnum. Það lýsist allt upp. Þannig að þetta er, já, við getum prófað hérna, þetta er alveg solid, grjóthart. Þannig að við erum nokkuð nálagt því sem við lögðum upp með, en mér finnst mín ekki vera verri nýtt, náttúrulega með aðeins dekkri augum. En, já, einhvers konar rektorpælingar í gangi með þetta nútíma rektor og við viljum okkur að zooma hérna, sem sé zooma ykkur inn til þess að sjá þetta í detail og lítur hún svona út. En ég þakka ykkur, já, kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og gott í næsta vídeó. Munið það að setja like á vídeóið, deila því, gera áskrifundur á rásinni og svo með því styrkja mig líka. Minni partur við krabbaminn og svo bara fyrir vinnun og rásinu og allt þetta. Þannig að við sjáumst hress og kátt í næsta vídeó. Takk fyrir.